Góðan daginn, við ætlum að kynna fyrir ykkur ferðaþjónustufyrirtæki Crisscross og við skoðum hvernig fyrirtæki vinnur að sjálfbærni. Þetta er teymi okkar, við erum Andrea, Berglind, Birta, Nína og Örvar. Crisscross er lítið íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki sem var stofnað árið 2016. Það er rekið af Sigríði Önnu Ásgeirsdóttur sem hefur yfir 20 ára reynslu sem leiðsögumaður. Eins og sjá má hér á myndbandinu þá sérhæfir fyrirtæki sig í matarferðum og heimsóknum til sveitabæjar þar sem áhersla er lögð á íslenska matarmenningu, sögu og náttúru. Crisscross leggur ríka áherslu á sjálfbærni og býður gestum persónulega og staðbundna upplifun. Crisscross vinnur markvisst að sjálfbærri ferðaþjónustu með stefnu sem byggist á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Fyrirtækið leggur áherslu á öryggi gesta, nota vottaðan mat og eflir samfélagið með samstarfi við heimamenn. Lögð er áhersla á ábyrgri neyslu, minni úrgang, stuðning við staðbundna framleiðendur og endurnýjun farartækja. Samvinna er lykilatriði í að ná sjálfbærnimarkmiðum og Crisscross vill vera góð fyrirmynd. Þrátt fyrir að formlega mælinga vanti er sjálfbærni samþekkt daglegri starfsemi með samtali menningu, umhverfi og matarsóun. Haghafagreining. Við framkvæmdum haghafagreiningu til að skoða áhrif starfsemi Crisscross á ólíka hópa. Greiningin hjálpar fyrirtækinu að taka betri ákvarðanir með því að samræma hagsmuni og greina áhættu. Haghafagreiningin skiptist í innri og ytri haghafa. Innri haghafi er eigandi sem tryggir að reksturinn sé arðbær, sjálfbær og öruggur og er eingöngu einn þar sem Crisscross er rekið af einyrkja. Ytri lykilhaghafar tryggja að starfsemi Crisscross sé arðbær og sjálfbær til framtíðar. Þetta eru viðskiptavinir, samstarfsaðilar og verktakar. Aðrir ytri haghafar eins og náttúran, íslenskt samfélag, ferðaklassinn, sjávargarðurinn og stjórnvöld hafa óbein áhrif á starfsemi en mikil áhrif á starfsumhverfi. Hér til hliðar er síðan haghafakort. Hér er tafla sem sýnir forgangsröðun haghafa, hverjir hagsmunir þeirra eru og hvernig samskiptaleiðir Crisscross fer til þess að tryggja áhrifarík samskipti. Mælanlegur árangur. Í dag eru engar mælingar gerðar né skráðar þegar kemur að sjálfbærni, svo sem kolefnislosun, sorplosun eða félagslegi þættir eins og jafnrétti. En við ákveðum að áætla losun í umfangi 1, 2 og 3 hjá Crisscross árið 2005. Umfang 1 er öll losun frá eignum fyrirtækisins, hjá Crisscross er það 8 manna dísilbíll. Umfang 2 er óbein losun sem á við orkunotkun, en þar sem fyrirtæki leigir aðstöðu hjá sjávarklassunum, þá flokkast orkunotkun fyrirtækisins í umfang 3 og er þar hlutfallslega mjög lág tala. Umfang 3 er langstærst eins og sést hér á grafinu. Þetta er losun sem verður til í virðiskeðju fyrirtækisins og á við ferðalög erlendra og innlendra viðskiptavina, þar á meðal gisting og veitingar, samgöngur leiðsögumanna, úrgangur frá samstarfsaðilum, raforkunotkun skrifstofu, fjarsamskipti og gagnanotkun. Við ákváðum að gera tvöfalda mikilvægisgreiningu til að meta og sjá hvaða sjálfbærnimál skipta mestu máli fyrir Crisscross, bæði hvernig starfsemin hefur áhrif á umhverfi og samfélag og hvernig slíkir þættir geta haft áhrif á reksturinn sjálfan. Þessi greiningun hjálpaði okkur að sjá hvaða atriði væri mikilvægt til að forgangsraða og leggja mestu áherslu á. Í ferlinu komu einnig áskoranir Crisscross tengdar sjálfbærni enn skýrar í ljós og sýndu hvað gæti staðið í vegi fyrir frekari þróun. Það vantar skýrari stefnu og mælikvarða og það er ekki næg gögn sem hægt að styðjast við í greiningu og ákvarðanatöku. Sjálfbærnin hún er til staðar en meira huglægt heldur en skýrt sett fram á pappír. Einnig eru tíma og fjármagn áskoranir sem spila inn í hversu hratt og langt er þetta að fara í átt að aukinni sjálfbærni. Við ráðleggjum Crisscross að mæla kolefnisspor sitt og kolefnisjafna þá starfsemi sem ekki hægt er að lágmarka. Halda áfram að velja birgja og samstarfsaðila sem fylgja sjálfbærum verklagsreglum og bjóða upp á staðbundið lífrænt eða vottað hráefni. Einnig birta árlega sjálfbærniskýrslu sem styrkir samband við hagaðila og eykur traust. Crisscross getur þróað nýja ferðir, til dæmis zero waste matartúra eða boðið einstaklingum sem hafa áhuga á að gróðursetja tré í samstarfi við íslensk skógræktarfélög til að læra meira gróðurvernd og landgræðslu. Fyrirtæki getur stutt við efnahagsleg sjálfbærni í nærumhverfi og gert það til dæmis með því að vinna með smáframleiðendum, bændum og listamönnum. Takk fyrir okkur.